Hvað er gervigreind? Til að svara þeirri spurningu er kominn hingað Hafsteinn Einarsson, dósent í tölvunarfræði í Háskóla Íslands, og með okkur er líka Stefanía Benónýsdóttir sem er faglegur leiðtogi gervigreindaseturs Háskóla Íslands, og ég heiti Jón Gunnar Þorsteinsson, ritstjóri Vísindavefs Háskóla Íslands. Hvað er gervigreind, Hafsteinn? Já, þetta er skemmtileg spurning og margir eflaust sem velta þessu fyrir sér. Gervigreind náttúrulega samanstendur af tveimur orðum, gervi og greind. Þannig að ég ætla bara að varpa spurninguna aftur til ykkar. Hvað er greind? Við vitum nú eiginlega að það er mjög erfitt að svara þessari spurningu og það er nú til að mynda eru til svör þetta á Vísindavefnum hvað er greind, en er kannski auðveldara að svara spurningunni hvað er gervigreind. Hún er náttúrulega ekki raunveruleg greind. Hún er einhvers konar falsgreind þá, eða hvað? Já, nákvæmlega. En ég vildi svona svolítið varpa þessu aftur til ykkar bara til að undirstrika að við erum almennt ekki einmitt með einhverja skýra skilgreiningu á því hvað er greind. Og þá svona gefa það kannski til kynna að það skilgreina hugtakið gervigreind getur líka reynst flókið. Þetta er rosa góða punktur. Og það er bara ekki til nein svona algild skilgreining á gervigreind og þetta er svona svolítið flæðandi hugtak af þessu leyti og það er svona meira og meira kannski í dag sem fólk er byrjað að kalla gervigreind. Fólk var allan að innan svona fræðasamfélagsins kannski ekki mikið að nota hugtaki gervigreind áður, nota kannski meira hugtaki vélnám og jafnvel bara tölfræði. Fólk svona hlutir sem áður voru bara almennt kallaði tölfræði eins og línuleg líkan og þess að það eru oft kölluð gervigreind í dag og það er kannski ekki allir endilega sammála því en þetta er bara svona undirstrikar að þetta getur verið fljótandi hugtak og það að hvað gervigreind hefur eins og ég svona verið að koma inn á svolítið breyst í gegnum tíðina og það er svona ýmsir fræðimenn hafa reynt að skilgreina hvað gervigreindin er. Og það er hægt að sjá þetta á nokkra vegu. Stuart Russell og Peter Norvig settu fram í kennslubókinni Artificial Intelligence a Modern Approach nokkur svona tilraunir til að skilgreina þetta hugtak. Og ein leiðin er að tala gervigreind að hún sé þá gervigreind er eitthvað sem hugsar eins og maður. Og þá erum við ekkert endilega að segja hvernig það allt saman er útfært en bara að það hugsi eins og maður. Og þetta er svona krefst þá að við skiljum hvað er hugsun. Þannig að þetta er kannski ekki svona einfaldasta leiðin til að skilgreina gervigreind. En þetta er samt kannski skilningur margra. Að eitthvað sem er gervigreind eða er gervigreind að hún svona hugsar eins og við. Út af við erum greind. Það er kannski flestir sammála það. Við erum greind en hvað er greind í víðara samhengi? Önnur leið til þess að skilgreina gervigreind er að tala það að hugsa rökrétt, að taka rökréttar ákvarðanir og þá erum við kannski komið svolítið út fyrir það að vera mannlegur af vissu leyti út að mannfólki hugsar heldur ekkert alltaf rökrétt þó við teljum okkur samt vera greind. En þessar báðar skilgreiningar að hugsa eins og maður, að hugsa rökrétt, tala hugsun, að það sé einhver hugsun á bak við gervigreindina. En ekki síðan, hvað er hugsun? Og ég ætla ekki að fara að svara þeirri spurningu, en þetta er ég bara vil velta þessu upp. Og aðra leiðir til að skilgreina gervigreind snúa meira að hegðun. Hvað gerir gervigreindin? Og þá er þetta að tala að gervigreindin hegði sér eins og maður. Og þetta er nálgunin sem Alan Turing notaði. Hann talaði ekki hugtaki gervigreind, hann kom ekki fram með það hugtak, en hann er mörgum talin vera faðir gervigreindarinnar að vissu leyti. Og það var stutt eftir 1950 að þá kom hann fram með Turing-prófið. Og það var fyrsta tilraunin til þess að formlega skilgreina hvað gervigreind gæti verið. Og flestir þekkja Turing-prófið en þeir sem þekkja ekki, þá var á þeim tíma einhver greind sögðu vera gervigreind, ef við getum orðað það þannig, ef hún gæti blekkt einhvern mann að hún væri maður, hún geti þóst vera maður. Og þá var gervigreindin að stýra ritvél á þeim tíma. Við getum ímyndað okkur að við værum að spjalla við einhvern í dag í einhverju snjallsímaforriti
og ef við getum ekki sagt til það hvort að þetta væri sem sagt maður eða vél, að þá væri vélinn búin að standast Turing-prófið og þá myndum við segja þá að hún hegðar sér eins og maður. Þannig að það er svona ein leið til þess að skilgreina gervigreind í viðbót. Önnur er síðan skjótin einu hérna, það er svolítið athyglisvert nefnilega, þarna er hugtakið blekking. Já. Kemur inn, gervingin inn, hún blekkir okkur. Einmitt. Mjög athyglisvert og einmitt margir sem hafa eflaust lent í því að vera blekktir af gervigreind í dag. Og ég held að flestir séu nú svo sem sammála það að gervigreind sé búin að standast þetta Turing-próf að vissu leyti, en hún er samt sem áður allt öðruvísi en við. Kannski komum betur líka inn á það eftir að hæfileikar gervigreindar eru svo mismunandi. Hún stendur sig kannski mjög vel í ákveðnum verkefnum en mjög illa í öðrum sem mannfólk stendur sig vel í. En svona fjórða leiðin kannski til að skilgreina gervigreind er að hegðun gervigreindarinnar sé rökrétt og þá snýst þetta kannski að við erum með eitthvað kerfi, gervigreindarkerfi, það er með eitthvað markmið og markmiði gæti kannski verið að þróa eitthvað forrit, það gæti verið að hámarka kannski hagnað eða eitthvað þess háttar og þá sem sagt er kerfið að hegða sér rökrétt þegar það reynir að hámarka líkurnar að það nái markmiðum sínum miðað við einhverjar upplýsingar eða forsendur sem eru gefnar. Og í svona dæmigerðum svona sögum þar sem fólk er að ímynda sér hvernig gervigreind mun taka yfir heiminn eða eyða heiminum, að þá er þessi nálgun oft notuð, að það er eitthvað sem gefur gervigreindinni fyrirmæli, til dæmis að hámarka arðsemi fyrirtækis sem framleiðir bréfaklömmur og á endanum breytir gervigreindin öllu í heiminum í bréfaklömmur. Og en þetta er svona, nokkur dæmi það hvernig maður getur skilgreint gervigreind, en allar þessar fjórar skilgreiningar sem ég er búinn að nefna hérna eru allar mjög matskenndar. Þannig að það er engin svona skýr mörk þar sem við getum sagt, þetta er gervigreind. Og það einhverjum finnst kannski þetta ekki vera eins og að hegða sér eins og maður, eða að hegða sér eða hugsa eins og maður. Þannig að líka, ef hún er að leysa verkefni sem að manneskjan getur hún ekki leyst, er hún þá ennþá gervigreind, eða að kalla hann eitthvað annað, ef hún er þá þannig séð. Já, það er mjög gott að nefna þetta og þegar oft er það þannig að þegar við förum að skilja hlutina betur, þá hætta þér að vera kallaðir gervigreind og verða kallaðir eitthvað annað í staðinn. Til dæmis eins og á 10. áratug síðustu aldar þegar skákforrit fóru að standa sig betur, á þeim tíma var þetta kallað gervigreind, en í dag er þetta kannski, mörg þessara forrita eru bara byggð upp af einhverjum söfnum af reglum og þá þurfum við kannski að kalla þetta meira eitthvað svona rule-based systems á ensku eða eitthvað þess háttar, eða eitthvað svona reglukerfi. Og þetta hefur oft verið raunin og til dæmis ef við förum svona lengra tilbaka, færum aftur til Turings þegar fólk var að byrja að setja fram þetta hugtak gervigreind. Þá var fólk ekki að spá í því að búa til ChatGPT eða eitthvað þess háttar. Þó að fólk alveg sá, það var komið lengst upp í skýjun og sá fyrir sér að það væri bara að fara að leysa bara öll vandamál heimsins. En og þetta einkenndist af mikilli bjartsýni, en þá var fólk kannski meira að spá í að leysa eitthvað spil eins og að spila damm eða og síðan skák og þess háttar. Og þá var fólk meira að spá í það sem hefur verið kallað þröng gervigreind. Og í þessu samhengi getum við líka nefnt hvernig Vísindavefurinn hefur skilgreint gervigreind. Það er eitthvað sem hefur spurt það á Vísindavefnum að sjálfsögðu. Og þar kemur fram að það sé að skynja og skilja umhverfið sitt og síðan taka eigin ákvarðanir á svipaðan hátt og manneskjur. Og þetta rímar svolítið við fjórðu skilgreininguna sem ég nefndi áðan, að hegða sér rökrétt. Og það getur verið í mjög svona afmörkuðu samhengi. Þannig að til dæmis eins og bara það að spila skák, ef við erum með kerfi sem er mjög gott í að spila skák, þá myndum við segja að það hegða sér rökrétt í því samhengi.
En síðan getur þetta kerfi kannski ekkert gert mikið meira en að spila skák. Og það svona það sem við sáum þangað til svona kerfi eins og ChatGPT komið fram á sjónarsviðið, að kerfin voru að vinna í mjög þröngu samhengi. Þannig við vorum kannski með kerfi sem gæti spila skák, við vorum með kerfi sem gæti mælt með bíómynd á Netflix eða mælt með vöru á Amazon eða vélþýtt texta fyrir mann og þess aftar. Þannig að það var svona gervigreind að vera að vinna mjög afmörkuðu sviði og öll svona spjallmenni, þau voru ekki að mynda texta fyrir þau, heldur var að freka þannig að það var búið fyrirfram skilgreina allt sem spjallmenni sögðu og þau voru bara að átta sig á því, ok, þú ætlar að panta pítsu og þá ætlum við að senda þig núna inn í þetta flæði að spjallmenni spyrði þá hvernig pítsu viltu, þú getur bara valið ákveðið marga möguleika og þess aftar. Og þetta var svona miklu þrengri skilgreining á gervigreind heldur en við erum vön í dag. Og þannig að það þetta svona bera þetta saman við svona nútíma skilning fólks á gervigreind. Og þegar fólk að tala gervigreind og gervigreindina í dag með greini, að þá yfirleitt verið bara að tala kerfi eins og ChatGPT, eða Claude frá Anthropic, eða Gemini frá Google, eða Grok frá xAI. Og þessi kerfi, þau eru ekki svona takmörkuð að því leyti að þau geta bara leyst eitthvað eitt ákveðið verkefni. Og þá erum við komið með greind í einhverjum breiðari skilningi. Og það svona, kannski fólk að deila það hversu breið, í hversu breiðum skilningi þessi greind. Já, þetta kannski svo hugmynd sem flestir í dag hafa gervigreind, það þessi spjallforrit eins og ChatGPT og fleira. Já. Og þú segir að þú getur raun og veru spurt eitthvað fleira en þú getur ekki bara fengið leiðbeiningar einhverja vörur sem ætlar að panta eða pizzu eða fleira. Já. En gætu til dæmis svona tól getur spurt þau, heyrðu, hvenær verður næsti jarðskjálfti í heiminum og hversu stór verður hann? Og myndi þá þetta spjallmenni svara því og væri eitthvað vit í svarinu? Já, það einmitt skemmtileg spurning út af því að fólk einmitt að nota gervigreindina á þennan hátt og það spyr kannski einmitt hvar verður næsti jarðskjálfti. Og þessi líkön hafa ekki verið þjálfuð í að svona hafna spurningum, að þá mögulega farið þau bara að skálda upp einhverja vitleysu. Og þeir einmitt þjálfuð á þann hátt að þau eru bara þjálfuð í að spá fyrir framhald texta og það svona forþjálfunar fasi sem á sér stað og ef þú setur inn einhverja spurningu þá myndar það bara eðlilegt framhald sem þá svaru spurningunni og það getur bara verið algjört bull og þetta það sem margir náttúrulega að átta sig á og reka sig á þegar nota svona gervigreind í dag, að hún ekkert endilega áreiðanleg og maður þarf að vera mjög gagnrýninn þegar maður að nota þessi líkön, passa sig að staðfesta réttmæti allra upplýsingar sem koma frá þeim og það margir sem einmitt segja að gervigreind hún almennt mjög fær en ekki á mínu fagsviði og það þá oft að fólk sér þá villurnar frá gervigreindinni og getur bara metið hæfni hennar í að leysa verkefni. En hún alltaf að verða hæfari og hæfari í að leysa verkefni og ég held að það sé bara auðvelt að svara spurningunum hvort hún getur spáð fyrir næsta jarðskjálfta, svarið það bara einfaldlega nei. Ekki nema að þetta séu það einhverjum mjög reglulegir skjálftar þar sem þú þyrftir ekkert að spyrja gervigreind, þú bara veist að skjálftin að fara að koma. En það sem við getum gert samt sem aðeins með gervigreind í dag, að þetta ágætt og nefnir þetta út, að hún sumum sviðum hún alls ekki fær og kannski þetta dæmi jarðskjálftan gott dæmi út að það bara ekki hægt að spá svo auðvitað fyrir jarðskjálfta og ég held að Elías félagi okkar muni segja okkur meira það í næsta þætti en á öðrum sviðum reynist hún vera mjög fær og sérstaklega á sviðum þar sem hægt að staðfesta réttmæti svarana með einföldum hætti og þetta til dæmis hægt að gera í stærðfræði og í tölvunarfræði. Til dæmis að þú biður hann að þróa fyrir eitthvað kóða, það bara hægt að keyra kóðan og prófa hvort hann virki og hvort hann uppfylli einhverjar kröfur. Eða með stærðfræði, þá í dag erum við með svona forritunarmál fyrir stærðfræði, eitt gott dæmi forritunarmál sem heitir Lean og ef maður að sanna einhverja sönnun í þessu forritunarmáli, þá þetta bara að setja það upp sem forrit og þá bara hægt að athuga gengur þessi sönnun upp, þar að segja sannar hún þessa staðhæfingu
og þá bara hægt að staðfesta ef að gervigreindarforritið setur fram einhverja sönnun, hvort að sönnunin sé rétt eða ekki. Og bara núna nýlega í síðustu viku þá sem sagt komin gervigreindarforrit, fyrir stuttu síðan þá sem sagt þá fengu líkön frá Gemini eða Google og OpenAI, þau tilkynntu að þau hefðu fengið gull á Ólympíuleikunum í stærðfræði. Þeirra líkön hefðu staðið sig það vel á Ólympíuleikunum í stærðfræði að þau hefðu fengið gull. Og síðan nýlega þá var DeepSeek, kínverska gervigreindarfyrirtækið, að gefa út opið líkan sem líka fékk gull á Ólympíuleikunum í stærðfræði. Þannig að þessi líkön eru orðin afar öflug í stærðfræði og bara í síðustu viku, eða í þessari líðandi viku, þá eru komin nokkur dæmi það að gervigreindin sé ekki bara að leysa dæmi á Ólympíuleikunum í stærðfræði. Það eru mjög erfið dæmi. En hún er líka fann að leysa dæmi sem eru svona bara búin að vera opin stærðfræðidæmi kannski í 10 ára. Þannig að það var eitt dæmi daginn þar sem líkan leysti opið dæmi sem Erdos, sem einn frægasti stærðfræðingur sögunar, hafði sett fram fyrir 30 árum síðan og enginn hafði allavega opinberlega leyst, mögulega hefði ykkur leyst það og það hefði ekki verið birt formlega í einhverju fræðiriti og þannig að og það eru held ég komið 2 svona dæmi að gervigreindir að leysa 2 opin verkefni eftir Erdos. Þegar það gerist þá þarna eru opin dæmi sem enginn hefur leyst fram til þessa, svo leysa líkön þessi dæmi. Er það birt grein þetta og er líkanið þá höfundur greinarinn? Hvernig gerist þetta í stærðfræði? Þetta er bara frábær spurning, því ég held að svona siðferði í kringum þetta er ekki alveg búið að mótast eða svona venjur og hvernig fólk ætlar að vinna í þessum nýja heimi. En ég held að eins og fyrir stærðfræðinga þá náttúrulega eru þeir að byggja á því sem aðrir hafa gert. Þannig að það að einhver leysi þetta verkefni getur síðan hjálpað einhverjum öðrum til þess að leysa eitthvað annað sem hann er að gera. Þannig að það er mjög gott fyrir stærðfræðina að þetta sé eitthvað staðar sett fram formlega eins og fræðagreinar. Þannig að aðrir getur síðan byggt á þessari vinnu. Þannig að ég get alveg ímynda mér að það kæmi mögulega fram að sjónasviði einhver vettvangur eins og Wikipedia eða eitthvað þess aftar þar sem er hægt að birta svona niðurstöður með einfaldri hætti og máli er að það þarf kannski ekki jafn ítarlega ritrýni og áður og það áður var það þannig að ef þú birtir eitthvað í stærðfræði þá þurfti fólk að lesa yfir þetta og passa að allt væri rétt og þannig að það væri ekki verið að birta eitthvað vitleysu eða eitthvað rangar niðurstöður. En býr gervigreindarforritið til gervigreind býr til forrit sem sannar eða sýnir bara að þessi staðhæfing sé sönn og það er bara eitthvað forrit sem eitthvað getur keyrt og sér þá að þetta er allt rétt og þá þarf kannski minni fyrirhöfn til að fara yfir hvort að þessi niðurstaða sé rétt eða ekki. Og þetta á kannski ekki við allt en allavega fyrir einhverjar sannanir og staðhæfingar og reglur, setningar innan stærðfræðinnar þá er hægt að gera svona í dag og láta reyna á gervigreindina og hún mun eflaust bara verða betri og betri með tímanum. En núna er það kannski þá stærðfræðingarnir sem eru meira að reyna að nýta gervigreindina til þess að hjálpa sér og sanna þá nýjar setningar og svolítið að stýra því hvar á áherslan að vera. Og til dæmis kannski fær stærðfræðingur með gott innsæi hugmynd að einhverju góðri hjálparsetningu sem geti hjálpað mörgum að leysa einhver verkefni og þá geti hann kannski náttúrulega vissulega reynt sjálfur að sanna hana en geti sparað sér tíma með að nota gervigreind til þess að átta sig á því hvaða leiðir væri hægt að reyna og þannig að hann getur kannski fljótt gefist upp á einhverju leið sem er ekki árangursrík og skipti yfir í einhverja aðra nálgun. Mætti segja þetta sé svona svipað og tímapunkturinn þegar tölfræðingar, stærðfræðingar gáttu frá að nota bara hermannir til þess að hjálpa sér eða styðja við rannsóknirnar sínar. Já. Hlýtur að vera eitthvað mótstaða líka þá eða fólki að vera svona... Einmitt. Algjörlega, ég held að eins og með hermannir þá ertu kannski að opna nýja möguleika, opna möguleika okkur verkefni sem þú gast ekki leyst áður
og ég held að sé svipa hér að þú ert allt í einu að opna á einhverja möguleika að þú getur farið að reyna að leysa og sanna einhverja setningar, leysa verkefni og sanna setningar sem kannski þú hefðir ekki haft tíma í að reyna áður. Og ég meina við erum öll takmörkuð af þeim tíma sem við höfum til þess að leysa verkefni og þannig er oft líka með svona stóra kannski hópa í starffræði út í heimi að þú ert kannski með marga doktorsnema og nýdoktora sem að vinna saman að því að reyna að leysa einhver verkefni og því fleiri sem að hugsa því svona meiri getu hefur til þess að prófa ýmislegt. En núna ertu komið gervigreindina líka, hún bara þarna bætist við og hugsa kannski ennþá hraðar og ég kannski einhverjir sem triggerast að ég noti orðið hugsun, ég er ekki að tala hugsun eins og maðurinn hér, en hún virkar hraðar og þá sem sagt eru bara að opnast fleiri möguleikar og það er spurning bara hvernig ætlum við að nýta það og það á bara eftir að koma í ljós. En þetta er ekki kerfi sem allir endilega hafa aðgang að í dag, en það er búið að birta niðurstöður og sem sagt sýna að þetta sé að fara að vera hægt. En síðan kannski koma bara einhver takmörk í ljós, fólk er ekki búin að átta sig á því hver takmörkin eru. Kannski er eitthvað ákveðið svið innan starffræðinnar sem gervigreindin muni miklu erfiðara með heldur en önnur svið og þess að það eru svona ólíkar venjur innan starffræðinnar hvernig fólk vinnur. Kannski einhver ákveðin svið eru þess eðlis og það er einfaldara að beita gervigreind heldur en á öðrum sviðum og þetta allt svona svolítið eftir að koma í ljós. En ef við förum aftur í hugtaki gervigreind að þá getum við farið aftur til Turings og þetta heldur þessi mikilvægt að tala svolítið söguna til þess að átta sig á stöðunni í dag og þetta hugtak gervigreind, það kom fyrst fram árið 1956 og þá voru sem sagt 4 vísindamenn, John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester og Claude Shannon og þeir voru sem sagt með vinnustofu í Dartmouth College í New Hampshire og þá sem sagt voru þeir að velta því fyrir sér hvort að sérhver þáttur náms eða annar einkenna greindar megi í grundvallaratriðum lýsa svo nákvæmlega hægt sé að búa til vél til að líkja eftir því. Þannig að þarna svona fættist hugtakið gervigreind og þarna sem sagt voru aðilar sem voru að urðu leiðtogar á sviðinu árunum eftir og það var svo mikil bjartsýni að fólk hélt því fram Herbert Simon, Nóbelsverðlaunahafi, hann spáði því árið 1958 innan 10 ára yrði tölva heimsmeistari í skák. Þannig að þau héldu bara að þau væru búin að leysa þetta og Marvin Minsky sjálfur, hann lýsti yfir 1970 að vandamálið við að skapa gervigreind yrði leyst innan einnar kynslóðar, þannig að það var líka mikil bjartsýni á þessum tíma. En síðan svona þegar á reyndi að þá var þetta ekki svo einfalt að leysa þetta vandamál og þannig að þessi í gegnum tíðina þá hefur svona gervigreindin farið í gegnum eða svona fólk sem að vinna á sviði gervigreindar farið í gegnum svona ákveðnar hindranir, tíminn hefur einkennst af mikilli bjartsýni, það er talað svona gervigreindar sumur og síðan svona gervigreindar vetra þegar fjármögnun er ekki lengur kannski til staðar. Þeir sem að fjármagna þetta áttu sig á að kannski er ekki ástæða til að vera svona bjartsýnn eins og fólk hélt upprunalega. Þannig að þetta er búið að fara í gegnum nokkur svona bylgjur og það var eiginlega svona í kringum árið 2011 þegar svona allt fór aftur af stað og fólk var svona svolítið að skipta frá svona einni nálgun yfir í aðra og þessi djúpi tauganett sem er að nota í dag, þau eru ekkert eitthvað nýtt sem bara komið með gervigreind sem er að nota í dag. Þetta eru áratuga gamlar aðferðir og svona aðferðirnar í kringum það að þjálfa þessu tauganett, þær eru heldur ekki nýjar. Það sem er í rauninni nýtt og kemur fram að sjónasviðinu í kringum 2011, það er bara reiknigetan og gagnamagnið sem þarf til þess að þjálfa þessi líkön. Og þá allt í einu fær fólk tröllatrú aftur á gervigreindinni. Og það var árið 2011 sem Jeffrey Hinton, Alex Krzyzewski og Ilya Sutskever sem var upprunalega tæknistjóri OpenAI
Þeir sem sagt þróuðu líkan sem heitir AlexNet og vann keppni sem heitir ImageNet, þar sem markmiðið að búa til sem sagt líkan sem spáir fyrir hvað á einhverju gefinni mynd, þannig að það líka dæmi gervigreind að fara mynd og þetta segja hvað á myndinni. Og þarna voru þeir með 1000 flokka sem kom til greina, þannig að kannski hundur, köttur, gíraffi, sebrahestur, hestur og svo framvegis. Og þetta líka notað í læknisfræði, það sem þetta segja til hvort það sé eitthvað æxli á einhver röntgenmynd eða eitthvað þess þar. Þannig að svona tækni notuð mjög víða, en þann árið 2011 þá fyrst sem sagt sá fólk að djúpi tauganetin voru að standa sig betur heldur en aðrar aðferðir sem fólk voru að nota. Og vissulega fólk búið að vera að nota þessi djúpi tauganet að einhverju leyti fyrir þennan tíma og til að leysa alls konar verkefni, en þarna svona kom mjög skýrt fram að þarna væri eitthvað tækifæri þar sem var hægt að reyna að ganga lengra. Og þá erum við samt ennþá að tala svona þrönga gervigreind. En gervigreind sem við erum að nota í dag, sem við erum svolítið að tala áðan, það er svona árið 2014 minn mig, þá sem sagt strákur sem heitir Bata Ná, sem vinnur núna hjá Vector Institute í Kanada, að hann kom með það sem kallað svona athyglisarkitektúr. Það er svona þessi djúpi tauganet, það til alls konar mismunandi gerðir af þeim, og hann setti fram það sem kallað Bata Ná Attention í dag, sem er svona leið fyrir tauganet til þess að velja hvaða upplýsingar þau vilja svona einbeita sér að þau framkvæma útreikninga. Og það, sú hugmynd, hún var sem sagt var mjög svona mikil gróska í kringu þá hugmynd að fólk byrja að vinna mikið að svona tauganetsarkitektúrum sem byggðu á þessari athygli eða svona athyglisútreikningum. Og síðan árið 2017 þá kom grein frá Google sem heitir Attention is all you need, eða athyglin er það eina sem þú þarft. Og það var síðan tauganetsarkitektúrin sem öll þessi gervigreindarlíkön sem við notum í dag byggja á, heitir á ensku transformer og getum þýtt það sem umbreytir á íslensku. Og þá sem sagt sá fólk að það gæti byrja að nota þessi líkön til þess að þeim spá vel fyrir hvaða orð kemur næst í texta og þess að það. Og upphaflega kemur þetta allt frá vélþýðingum, að Bata Ná á þessum tíma þegar hann birti sína grein, hann var að birta svona aðferðir til þess að vélþýða texta eins og frá íslensku og ensku og þess að það. Og þá er náttúrulega líka að vinna með svona runugögn, að spá fyrir næsta orð í runu af orðum. Og en árið 2017 þá kemur þessi umbreytir fram á sjónarsviði. Og þá fer sem sagt OpenAI, fyrirtæki sem framleiðir þróar ChatGPT, svolítið að velta fyrir sér, getum við ekki svona bara skala þetta upp? Við bara stækkum líkanið, þjálfum það meira texta og þá kannski öðlast það einhverja svona meiri hæfni í að spá fyrir næsta orð í einhverju runu á orðum. Og þá fer maður að velta því fyrir sér, hvernig tengist það greind? Af hverju er það gervigreind? En ef maður spáir í þá það að segja til hvað orð kemur næst fyrir texta, það bara tengist beint greind. Og við getum ímyndað okkur gott dæmi, segjum svo að við séum með einhverja góða glæpasögu og við erum með allt samhengið, gervigreindi fær allt samhengið og síðustu blaðsíðunni stendur og morðinginn var, og síðan að giska hvað orð kemur næst. Og það að giska á það hver morðinginn var, þá þarftu kannski að nýta allar upplýsingar úr bókinni til þess að átta þig á því hver hann er. Þannig að það krefst greindar að geta spáð fyrir hvað er næsta orð í texta. Oft er það mjög einfalt að segja til hvaða orð kemur næst. En í svona tilvikum þá getur það reynt mjög mikið á greind einstaklings að segja til hvaða orð kemur næst. Þannig að það er ekki alltaf jafn einfalt að segja til hvaða orð kemur næst, en að því meiri hæfni og því meiri getu sem við höfum til að segja til hvaða orð kemur næst, því meiri greind væntanlega þurfum við til þess að geta spáð fyrir næsta orð. Og þetta reyndist mjög farsæl nálgun fyrir OpenAI eins og flestir þekkja. Og þau sem sagt áttu sig á því að það var hægt að spyrja að skala þetta upp. Og það er bara hægt að mæla beint
hversu vel líkan getur spáð fyrir næsta orð og þá erum við komið með svona einfalda nálgun sem var hægt að svona, skala upp eins og ég segja. Þau sá bara því stærri sem líkanið því meira gögnum sem það þjálfað á, þá getum við mælt og sjáum að líkanið verið betri að spá fyrir næsta orð og það þá virtist tengjast greind. Þannig að það þurfti ekki að gera mikið meira en bara þetta. Það var ekki þannig að einhver manneskja þurfti alltaf að fara og athuga og mæla einhver megin hvernig hversu mikið greindin var að aukast eða eitthvað þess að það var bara rosalega einföld aðferð til þess að auka greind einhvers líkans, bara þjálfa það lengur á meiri texta og síðan næstu útgáfu þá voru bara með stærra líkan og stærra og stærra. Og síðan þá erum við líka spáð fyrir hvað orð kemur næst og þar í rauninni greindin komin. En vandamálið við þetta að ef við spáum fyrir bara svona með einföldum hætti næsta orð, að þá erum við kannski með mjög dónalegt líkan. Ef við spyrjum það kannski ef við byggjum að búa til framhald af einhverju inntaki, að þá kannski býr það til framhald sem mjög dónalegt út af því að þjálfa kannski á öllu internetinu og þar má finna alls konar upplýsingar kannski eitthvað framhald sem við myndum ekkert kæra okkur að sjá. Já. Og þannig að til dæmis ef þú spurðir eitthvað múslima eða hinsegin fólk eða þess áttar, þá kannski mjög líklegt að líkanið sagði eitthvað óviðeigandi þessa hópa. Þannig að fyrirtæki þessi OpenAI gat aldrei boðið upp á eitthvað svona líkan fyrir almennt spjall út af því að það var náttúrulega að vissuleyti að tala fyrir hönd fyrirtækisins og að það fara að segja eitthvað neikvæða hluti eitthvað hópa eða eitthvað þess áttar eða jafnvel það sem fólk hefði áhyggjur að fara að kenna fólki að búið til sprengjur eða eiturlyf eða eitthvað þess áttar, að þá er ekki gott fyrir fyrirtæki að gæti ekki borið ábyrgð á slíku. Þannig að næsta skref var þá eitthvað með að temja líkanið. Þannig að gögnin sem að liggja náttúrulega til grundvallar skipta höfuðmáli. Það alveg rétt og á þessum tíma þá var kannski fólk ekki mikið að sía gögnin og það sem mikið verið að gera í dag, það að sía gögnin og passa að þau séu af miklum gæðum en þú vilt heldur ekki kannski bara sía út alla vitleysuna, þú þarft líka kannski að kenna líkaninu hvað rétt og hvað rangt og þá fóru þau að reyna að þjálfa líkanið, þjálfa eitthvað svona siðferði inn í líkanið. Og OpenAI var með bara her af verktökum frá Afríku sem voru þá að búa til þessi þjálfunargögn. Þannig að þá tóku við líkanið eftir að búa að þjálfa í þessum fyrsta fasa, ég giska á næsta orð og næst var það þjálfað í því að fylgja bara almennum fyrirmælum. Þannig að þú myndir biðja líkanið að leiðbeiningar hvernig eftir að búa til sprengju, þá ætti það bara að hafna þeirri beiðni og segja bara, heyrðu, ég er ekki að fara að kenna þér það en ef þú myndir kannski spyrja það hvað næstis jarðskjálfti þá myndi það kannski með glöðu geði segja þér að það eitthvað staðar eitthvað staðar á einhverjum jökli eða eitthvað þessar og það bara út af því að þá er kannski ekki búin að vera nein áherslu að þjálfa líkanið í að hafna þannig beiðnum. Þannig að það er verið að plástra á hitt og þetta en þau eru ekki endilega búin að laga líkanið og leysa öll vandamálin. En síðan hafa bara þessi fyrirtæki sem hefur að vinna þessu sviði verið að sinna þessu, bara að plástra meira og meira á þessi líkön og reyna að gera þau hæfari í alls konar verkefnum eins og starffræði sem við nefndum áðan, tölvunarfræði og það er að koma fram nýjar og nýjar aðferðir til þess að bæta frammistöðu þessara líkana. Þetta er svona svolítið staðurinn sem við erum á í dag að við erum komið með mjög hæf líkön sem geta leyst alls konar vandamál. Oft er mikið, eða yfirleitt er mikið til í því sem þau segja, en það er samt sem áður ekki alltaf rétt. Og við þurfum bara mjög að passa okkur að vera gagnrýnin á það sem kemur úr þessum líkönum. Og við erum ekkert byrjað að tala heldur allan orkukostnað og allt það sem fylgir í að þjálfa þessi líkön, hvað þá að það er verið að þjálfa höfundarétt að vera efni og þess áttar. En raunin er bara svo að það er gífurlegur fjöldi fólk sem nota þessi líkön í dag
og fólk þarf bara að gera sér grein fyrir að þau eru mjög mismunandi. Að mismunandi siðferði mögulega í líkanunum, þau eru með mismunandi hæfni og getu til að leysa alls konar verkefni og þegar fólk kannski að nota ókeypis útgáfa á einhverjum líkanum og þá fara miklu verri niðurstöður heldur en að það er að borga fyrir það og fólk kannski gefst upp út af því að líkanið næri ekki að leysa einhver vandamál sem það er að reyna að leysa og það geta verið margar ástæður fyrir því og fólk er að reyna að mæla í hverju þessi líkan góð og ef fólk er áhuga að reyna að kynna sér betur í hverju þessi líkan eru góð þá eru til heimasíður eins og lmarina.ai þar sem er svona verið að etja líkanum saman og reyna að mæla getu stærðfræði og þess að þar. Og það er mjög gott að fara inn á þessar síður og bara skoða í hverju líkan er góð. Og núna er búin að vera minna í gangi á Íslandi að reyna að meta frammistöðu líkana í íslensku og það er mjög gaman að hafa hlaðvarpsþátt það á einhverjum tímapunkti. En eins og staðan er í dag að þá eru mörg líkan bara miklu verri í íslensku heldur en á ensku. Já. En ef við skoðum líkan til dæmis eins og Gemini frá Google, að það stendur sig best í íslensku í dag og ég mæli almennt með því að fólk er að vinna með texta á íslensku allavega eins og staðan er í dag að skoða það líkan frá Google eða sem Gemini 3 Pro. Ég held að það sé alveg augljóst að það þarf að vera annar hlaðvarpsþáttur þetta sérstaklega með íslenskuna og það sem þú hefur verið að tala um í lokin þarna eru komin nokkrir þættir í viðbót. Já. Mér datt nú eitt í huga því að þú nefndir þarna þessa grein Attention is all you need sem er náttúrulega augljós tilvísun í Beatles-lag. Love is all you need. Já. Þannig að það má kannski velta fyrir sig hvort við höfum annan hlaðvarpsþátt það, hvort að gervigreindin geti haft tilfinningar. Já, einmitt. Ég veit ekki hvort við förum í það núna ef bara láta það bíða betri tíma. Já, ég held að það veri mjög gaman að hafa sérstakann þátt það og það er fólk sem er að giftast gervigreind og lýsa yfir ást á henni þess að það og ég held að það veri mjög spennandi að kafa aðeins dýpra í það. Það er náttúrulega augljóslega tilfinningar þá manneskjuna til gervigreindarinn en það er spurning hvort það geti verið einhvern veginn á hinn veginn. Já, en eins og við nefndum þá þarf hún bara að hegða sér eins og maðurinn en hvort það sé eitthvað á bakvið það þarf kannski ekki að vera neitt. Við þökkum bara þér kærlega fyrir, Hafsteinn. Þetta var mjög fróðlegt og fáum þau örugglega aftur í þáttinn. Já, takk sömuleiðis. Takk fyrir.